Jan, til hamingju með sigurinn, slógu hérna K.A. Þór. Hvernig var þessi leikur svona ykkur hálfu? Hann var svolítið kaflaskiptur, byrjum náttúrulega ekki nógu vel og kom okkur svo vel inn í þetta heilt yfir svona góð varnarleikur, lendum aðeins í vandræðum að 7-6. Þannig að það var svona vörn og markvarsla í dag sem og liðsheild bara sem var skóp þennan sigur. Var það sem að þið lögðu upp með það eða að þið vissu að K.A. Þór verið eitthvað erfið sóknarlega eða? Já, við náttúrulega lögðum upp með góða varnarvinnu og reyna að keyra svolítið, halda tempó alla leiki. Já. Ég sjálfur sá nú ekki allan leikinn eins og hann heild sinni sko. En ég er að hugsa þá eins og sóknarlega ykkur, var eitthvað sem ykkur fannst vera erfitt eða? Við kannski ekki beint erfitt en við erum að fara til dæmis með allt og mikið að færum líka. Já. Sérstaklega í fyrri hálfleik. Já. Kannski bæði liðin að missa svolítið og tapa svolítið boltum í fyrri hálfleik, leit út fyrir. Já. En þá eins og þá uppleggið þú segir erfitt að fá 7-6, áttu ekki von á því? Við vorum kannski ekki búin að fara eitthvað svona sérstaklega yfir það, nei. En við eigum að geta gert betur þar, við höfum náttúrulega spilað þetta áður, þannig að við þurfum bara að laga það eins og þá erum við klárar í allt. Næsti leikur á miðvikudaginn við IBF heima. Já, og leggst vel í ykkur? Já, bara þú veist, koma okkur heim núna og sofa vel í nótt og hvíla okkur á morgun og svo hefst bara undirbúningu fyrir það. Eru þið sko, nú eru þið konur smá svona sigurbraut, annars sigur í röð? Já, gerum jafntefli síðasta leika. Jafntefli síðasta leika. Hópurinn góður og? Já, við erum með flottan hóp og flottar stelpur og maður í mannstað og auðvitað náttúrulega Inga fær rautt í fyrir hana, við þurfum aðeins að skipta kannski taktík með hvað vorum að leggja upp með, en það bara tókst. Atriði sem ég sá ekki, en ég skoða það seinna. Takk kærlega fyrir og góð fyrir heim. Já, takk fyrir.